það er svo lítil hefð fyrir því á Íslandi að meika það í útlöndum. Og þegar Björk meikaði það, þá voru svo margir að spyrja sig, hvað gerðist? Af hverju meikaði hún það? Og þá kom svo skýring mjög gjarnan fram að þetta væri einhvers konar tegund af heppni. Hún hefði einfaldlega verið réttur maður á réttum stað og sem náttúrulega ekki rétt. Auðvitað spilar heppni kannski eitthvað inn í, en hún er náttúrulega snillingur. Mandólin banjó held ég heiti. Spilar það mandólin banjó? Ég hef aldrei gert það. Á hvaða hljóðfæri spilar þið? Flaut. Nú, en hvað ertu með hérna? Hvað efni er þetta? Þetta heitir, ég veit það ekki. Er þetta ál? Nei, þetta er alumíum heitir þetta. Alumíum, já. Og hvað, setur það hérna staðinn fyrir þessu leðrið á að vera það ekki? Má sjá, hvernig gerur það? Og svo er þessu. Já. Svona. Og þetta er allt gert sjálf? Já. Svona mestu leyti? Með mikilli hjálp. Já, með mikilli hjálp. Þetta er ekki alveg fullbúið, er það? Nei, það er eftir að pústa til þannig að þetta verði alveg svona. Já. Það er mikil verk, er það ekki? Jú. Slípa þetta, svo það verði mjúkt. Og svo er þetta greiðbrettið, er það ekki? Jú, og því er stillt hér á. Og svo vantar bara strengina? Jú. Og þá getur það að fara að spila? Já. Hvað ætlar að verða þegar þú varst lítil? Ég er náttúrulega eins og flesti krakkar fór í gegnum nokkrar svona. Dýralæknir og þetta venjulega. Ég held samt svona snemma ég hef alltaf vita að ég langaði að gera eitthvað sambandi við tónlist. Vissi bara ekki alveg svona hvað. Og langaði til dæmis mjög snemma að reka tónlistarskóla. Og langaði til að vera kannski með útvarpsþætti sem verið að segja fólki frá skemmtilegum lögum eða eitthvað svona. Og hver eru svona þína fyrstu minningar sem tengjast tónlist? Já, ég labbaði nú alltaf mikið úti, sko. Það var svolítið langt að labba í skólann. Ekki langt, en þú veist, einhverjar 20 mínútur, hálftími. Og þannig ég söng svona leiðin í skólann. Og svona veðri á Íslandi getur náttúrulega verið allavega hana, þannig að maður var stundum inn á. Þetta var svona neðst í Fossvoginum, þannig að ég bjó í Blesakrúnni og labbaði í Fossvogsskólann, þannig að þetta var svona fyrir neðan göturnar. Þannig að maður gæti svona sungið á hans hann heyrði í sér. Heyrði í manni, þannig að já, ég held að það sé bara fyrstu. Svo kannski, náttúrulega foreldrar mínu spiluðu rosalega mikið í tónlist heima. Það var svona plötuspilari og ég held að það hafa alltaf verið sko einhver að bíða eða í minningin er sko þegar platan var að klárast. Svo var þessi snúið við, þessi fræga hreyfing hana sem við kunnum svo vel og munum ennþá, að snúa plötuna við. Og svo þegar þú veist, það var 2 lög eftir, þá var alltaf eitthvað tilbúin með næstu plötu, þannig að það var aldrei þögn sko. Ég man kannski eftir fyrstu plötunni sem að ég svona fjall fyrir var Rimski-Korsakov, Sherazade, sem að mamma útskýrði manni fyrir mér allt sem gerðist í sögunni. Það er þarna úr 1001 nótt. Já, og náttúrulega svona frábær fyrir krakka. Ég er örugglega að gleyma einhverju. Ég man svona fyrst af uppáhaldsplata mín sem að ég var Sparks, poppjónsett og svolítið svona stundalegur söngvari sem söng í falsettu og var svolítið svona kamp og ég held að foreldrar mínum hafa fundist hann nógu skrítinn sko að ég fekk svona kikk út af því að nú var ég ekki búin að finna eitthvað sem mér fannst flott, en þeim ekki. Og þinn smekkur hefur ekki breyst síðan þá? Það er enginn með rödd eins og hún. Og það er alltaf röddin í grunninn og svo líka hvernig hún syngur. Það syngur enginn svona. Og
Þetta er óbúslega örugglega eitthvað sem tekur tölverð fórn að leggja það á röddina sína sem hún gerir en á einhvern máta svona einhver óhjákvæmileg fórn til þess að koma því til skila sem hún er að segja. Það sýndi sig að hún hefur alveg gífurlega mikla hæð. Þetta getur orðið fín sópransöngkona. Alveg ótrúlegt. Hún er náttúrulega frábær söngkona eins og kemur bara í ljós á Glengló en hún er svo mikið meira. Hún er lagahöfundur, hún er textasmiður og hún er fylgin sér. Hún fylgir eftir í sínum vídeóum, klæðaburð. Hún er öll sem hún er og hún er það stór að hún er mikið stærra heldur en söngkona.
Ferill Bjarkar hefur verið ævintýri líkastur. Sem söngkona Sigurmólana vakti hún gríðarlega athygli á heimsvísu, enda voru Sigurmólarnir fyrsta íslenska hljómsveitin sem virkilega sló í gegn erlendis. Sigurmólarnir hættu árið 1992. Björk gaf út fyrstu sóloplötuna sína ári síðar og segja má að þá fyrst að hún farið að blómstra sem listakona. Fyrsta platan hennar Bjarkar var fyrst og fremst góð vegna þess að lögin voru góð. En kannski ekki síður vegna þess að hljóðheimurinn sem að Björk kynnti til sögunar var allt öðruvísi en við höfum þekkt árin á undan og áratugin á undan. Og bara röddin hennar Bjarkar var strax eins konar kenniliti fyrir hennar tónlist og alveg sérstök og öðruvísi en allar aðrar röddir. Ég var aldrei mikið svona fyrir rock og hef aldrei verið og var kannski búin að vera 10 ár í hljómsveitum með, þú veist, alveg svona trommu, gítar, bassa og þótt að mér var náttúrulega frábært fólk og gerði mjög, þú veist, rosa margar hluti sem ég er rosa stolt af, þá fannst mér alltaf svona mín tónlist vera meiri elektrónísk og akústísk og hérna, en ekki þetta svona rockband. Þú skilur hvað ég meina. Þannig hérna, þegar ég gerði fyrstu plötuna þá var ég náttúrulega eins og krakki í dótabúð eftir 10 ár og var með mikið af elektrónískum hljóðfærum og elektrónískum bítum og blanda svo saman við akústísk hljóðfæri. Og það var bæði saxofónar og hérna voru með fiðlur frá Indlandi. Strengjasett sem var tekin upp í Bombay, hérna Bollywood-fiðlur. En hvað færðu út úr, ég meina, eins og Bollywood-fiðlur? Hvaða lit gefa þær sem að kannski venjulega fiðlur myndu ekki gera? Já. Ég var náttúrulega eitthvað að smá að rebelast kannski gegn þessari svona vestrænu svona klassík, þú veist, og mér fannst hún vera stundum svolítið mikið í boxi og kannski mikið svona meiri heili heldur en svona fyrir neðanmitti. Mér fannst það svolítið vanta í, sérstaklega gerði það líklegast ekki upp af við, þú veist, 18. öldinni eða eitthvað en kannski var orðið svolítið svona sterilt á seinni hluta 20. aldarinnar. Og hérna, þannig að það var kannski ég var kannski einhvern veginn að blanda saman hljóðfærum sem eru ekki kannski búin að gangi gegnum þetta menntunarmunstur. En svo náttúrulega líka að vissu leyti var miklu leyti fyrsta platan mín debut. Ég var nýflutt til London og þetta var líka svona mitt ástarsamband við London. Já, það er svo mikið Indverjum þar. Og í London eru rosalega mikið Indverjum og ég var mikið í indversku hverfunum og var svolítið að horfa á bíómyndir sem voru sýndar oft eftir 3 á nóttunni. Var þetta sýnt á daginn á BBC, svona þessar Bollywoodmyndir. Og ég náði miklu betur því ég bjó í London að tengja við, þú veist, alla nýbúana þar, heldur en þetta traditional svona hefðbundna enska og mikilvægast að því að ég var nýbúi sjálf, skilurðu. Þannig að til dæmis fyrsta hljómsveitin mín sem ég túraði með, það var ein kona frá Íran, einn frá Indlandi, einn frá Tyrklandi, einn frá St. Lucia í Karabíska hafinu og það var einn enskur sem hafði verið menntaður í Oxford. Framandi hljóðheimur einkenndi ekki bara fyrstu sóloplötu Bjarkar. Óvanalegur og heillandi hljómur hefur verið gegnumgangandi í flestum verkum hennar síðan. Alls konar hljóðfæri, mörg frá fjarlægum blöndum, í bland við rafhljóð, gefa mörgum lögunum ákveðin heimstónlistarblæ. En Björk hefur líka lýst því yfir að hún sæki gjarnan innblástur í alls konar náttúrufyrirbæri hér á Íslandi.
Hvaða áhrif hefur íslensk sönghefð og íslenskt menningarlandslag haft á hana sem listakonu? Já, bara mjög mikla. Og náttúrulega þessi kóramenning sem á Íslandi náttúrulega haft mikil áhrif á mig og svona útilegur, mikið sungið og kannski svona, það er svona ákveðið svona hversdagslegt element hjá Íslendingum. Þú meinar að syngja? Með tónlist, með að syngja, sem ég er hrifin af. Og líka þetta sem að ég hef alltaf verið mjög hrifin á Íslandi, að það er kannski ekki mikið bil á milli lágmenningar og hámenningar. Kannski bæði út af því að við höfum ekki, þú veist, stéttaskipting í samfélaginu, það er ekki til aristókratar beint og eða kannski eitthvað að byrja núna, ég veit ekki, kannski fóru allir á hausinn, ég veit ekki. Það er allir fattur á hausinn. Og þú veist, þannig að það er, þú veist, engin ríkar en hinir, sko, þannig að ekki mikið allavega. Og svo náttúrulega líka bara það að það er allir svo tengdir, þannig að kannski sá sem er geðvægt góður á selló í klassísku tónlistinni, kannski bróðir hans er kannski geðvægt góður á trommur eða eitthvað, þannig að innan fjölskyldnanna myndast ekki svona, þú veist, bil, sko. Þannig að mér er alltaf verið mjög hrifin af því svona. Og samfélaginu sem til dæmis Spánn sem að svona hafa, það er ekki mjög mikil munur á til dæmis flamencotónlist. Það ertu með sko alveg ofsalega falleg ljóð, alveg hámenningu ljóð og síðan svona götu tónlistamenn að spila undir. Það er líka kannski partur af þessu það að hljóðfærahefð á Íslandi hún er svo ung. Já. Ég meina, fyrstu tónleikarnir á Íslandi sem voru bara spila hljóðfæratónlist. Já. Þau voru bara árið 1876. Já. Þannig að það bara á sama tíma og Niflungarhringur Vagnes var frumfluttur í heild sinni. Já. Þannig að við vorum bara rétt aðeins að komast inn í þessa menningu á meðan hún blómstraði á Veilandinu. Mér finnst það svo spennandi að því að það voru svolítið óskrifað blað. Þannig að fólki sem er núna, getur eiginlega bara svona búið til hvað það er íslensk tónlist. Hjá lygnri móðu í geislaglóð við græna kofann. Hann sá hvar hún stóð, hið fríða fljáð frá neft að ofan. Mitt er þitt og hjá mér áttu heima, vískaltu öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Á hann leit hún æsku teitu augaforðum. Það var kvöld í sveit og hún kvaddi hann, veit ég, kærleiks orðum. Mitt er þitt og hjá mér áttu heima, vískaltu öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Innst í hjarta augað bjarta og orðið góða. Hann keimir sem skart uns grafar hún svart mun gestum bjóða. Mitt er þitt og hjá mér áttu heima, vískaltu öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma.
Lagið sem við heyrðum hjá Liggri móðu eftir Jón Ásgeirsson eitt af fáum íslenskum söngljóðum sem Björk hefur sungið opinberlega, þar að segja eftir önnur tónskáld en hana sjálfa. Hvað með gömlu þjóðlögin? Hafa íslensk þjóðlög haft áhrif á hana sem tónskáld? Ég er kannski ekkert manna fróðust íslensk þjóðlög en svona þessi sem að flestir þekkja hafa haft mikil áhrif á mig. Hvernig það? Já, náttúrulega bara hvernig það samsvarar landslaginu og mann sér tengikun á milli og karakterinn, þú veist, þennan íslenska karakter, ef hann til. Hvernig hefur svo íslenskt landslag? Það náttúrulega, eins og til dæmis íslenskt landslag ekki mikið af trjám, ekki með mikið fólk og ekki með mikið af dýrum. Þannig að vantar plöntur, dýr og fólk. Þannig að þetta bara svona allsbert. Þannig að það svolítið svona, já, þannig að það svolítið svona ekki allt dúllerið og skrautið eins og til dæmis í ítalskri, þú veist, alveg bara einhver húsgögn með 1000 smáatriðum, þú veist, heldur bara hlutinni bara svolítið svona heiðarlegir og svona blátt áfram. Þannig að, og maður sér það líka bara svona í strúktúrnum á íslensku tónlist, það oft bara svona mjög einföld geometría sem svolítið svona kannski skrítin, með eitthvað svona angúl. En síðan ekkert eitthvað 500 hrúgu að skraut ofan á. Þannig að þetta náttúrulega líka bara svolítið svona norður, þú veist svona ákveðin eitthvað svona minimalismi, með skandinavísk húsgögn. Það ekki mikið af gullflúri og það ekkert rokokó í þeim. Þannig að svona tónlisti þín svona IKEA. Sko, við má ræða þetta á eftir. Fyrir nokkru drykki. Þetta viðtalið búið? Já, þetta viðtalið búið.
Ég fékk fyrstu ferðatöluna 99, eitthvað svoleiðis og fannst þetta rosalega spennandi viðfangsefni að var náttúrulega allir að kvarta, þú veist, nú eru tónlist búin og hljómgæðin búin og allir fara niðurhala og Út af tölvunum? Já, og það voru svo mikil óvinur tónlistar einhvern veginn, bæði hljómgæða og sem sagt að fólk væri í svona sjóræningja að stela tónlist. Þannig ég ákvað að fara í hittliðið og halda svolítið með tölvunum og fór svona ákvað að gera heila plötu sem myndi hljóma vel þótt og væri öll niðurhölluð. Þannig að söngurinn væri svona hvíslaður og að með hvísla hljómar betur svona í tölvun og bjóð til svona hljómheim þar sem voru öll hljóðfærin sem hljóma svolítið vel. Það eru niðurlagar eins og hörpur og harpsichord og klukkuspil og strengir svona langt í burtu í fjarska, svona panoramik meira heldur en svona nálægt strengjakvartettar og bjóð svo til svona heim í kringum þetta væri svona raun og veru komst að því fljótt þetta væri svona einhver svona vetraveröld af því það væri svo allt væri frosið og þetta er svona meira svona hugrænt, þetta er svona meira hugsanir og þetta er svona án blóðs og líkama og vöðva. Þetta er meira svona hugrænt og meira svona einhver frosinn vetradraumur. Svona svífandi með norðurljósum. Já, þannig að já, ég ákvað bara að gera heila plötu þannig. Og lagið Áróra sem við heyrum hérna eftir. Já. Hvað er þetta lag? Já, það er kannski, þetta lag var samið þegar ég var búin að vera í sumarbústað vetur, upp í Borgarfirði einhvers staðar í svolítið langan tíma og var eitthvað að labba úti í ljósaskilunum og var eitthvað að reyna að ná sambandi við ljósið. Og já, þannig þetta er svona kannski svolítið, var að skoða skuggana af norðurljós sem voru fyrir aftan fjöllin og það voru svona skuggar af fjöllunum í svona skemmtilega í laginu á snjónum og já, þá samdi ég þetta lag. Hvað þýðir Áróra? Áróra hefur náttúrulega alls konar merkingar. Getur bæði verið Aurora Borealis sem eru norðurljósin og getur líka verið bara ljós, að þurfa ljós, svona sem að Íslendingar kannski kannast við, svona vetunar. Og þú syngur dálítið eins og Áróra sé gyðja, er það ekki? Jú, þetta var kannski líka eitthvað tilraun að ég er náttúrulega búin að lýsa það mikið yfir að ég iðka ekki trúarbrögð sem slík, ekki sem stofnun, en þetta var kannski líka eitthvað svona á sjálfa mig að ég trúi nú á eitthvað, sko, og svona að í textanum að detti á hnén og tilbið Áróru og beða henni hjálp. Og þá kannski er þetta eitthvað svona náttúrutrú sem ég kannski þarna var svona fyrst farin að gera mig grein fyrir, sem kannski hefði alltaf verið þarna en ég hef aldrei almennilega áttað mig á því, hversu sterk hún var. Leitandi að augnabliksgló frá húmi til húms
þráin að leysast upp í sér Áróra Allt sem hann sér Kveikt á sólinni Kveikt á sólinni Kveikt á sólinni Kveikt á sólinni fyrir mig Eins og Björk sagði áðan þá lagið Áróra sem við sáum hér í eins konar heimilisútgáfu innblásið af íslensku landslægi. En Björk hefur ferðast allan heim og hún hefur séð margt á ferðalögum sínum. Sjálfsagt hefur ýmislegt af því orðið henni uppspretta innblástus. Er einhver eitt staður á jörðinni þar sem hún verður oftar fyrir innblástri? Hvar á hún helst heima? I am leaving this harbor Þannig er alltaf svolítið erfitt, þótt ég veit ferða svona mikið 25 ára, þá stoppa ég alltaf svo stutt við á hverjum stað. En ég er alltaf mjög sterkar rætur til London. Það er alltaf svona borgin sem að ég svona kom út úr skápnum og gerðist að tónlistamanni, skilur við. Þannig að ég ber náttúrulega mjög sterkar tauga til Lundúna alltaf. Eyjur, ég er alltaf mjög glöð á eyjum sem eru svona, sérstaklega svona 1/4 Íslandi eitthvað svoleiðis. Og maður bara svona, það er alltaf mjög kát á eyjum, hvort það sem er Korsika eða eyja í Japani eða Hawaii eða Bali eða hvað sem það er. Það er eitthvað svona eins og sé eitthvað svona framlíking á útlínunum á manni. Þú veist, sjór allt í kring og maður eitthvað svona, já, ok. Og labbar eitthvað og komin í eitthvað svona galla sem heitir eyja. Og mjög fínt. Já, svo er maður náttúrulega bara á maður vin á mörgum stöðum. Þú veist, maður á nokkra vini í París og nokkra í New York, þannig að Japan er alltaf aðeinslegt og já, margir staðir. Hefur komið til einhver stað þar sem þið fyrst þú hafa verið á áður? Já, meina svona fyrir lífadót? Já, ég meina eða þú veist, þér hafi fundist þú eins og sért að koma heim til þín. Já. Ég hef ekki fundið eitthvað svona fyrir lífadót. En já, ég verði alltaf svona mest heima svona, þú veist, ef ég nálægt sjó, sko. Ég held að bara svona gegnum árin þá ég held að sé svona bara súrefnismagnið. Að maður er alinn upp nálægt sjó þá, maður færir það súrefnismagn, þá líður manni vel. Eitt andartak frá móður Ósjaníu mjúkar iljar marka spor í sand þið hafið verið dugleg síðan faðmlaginu slær
þrestir þjótt í vötnum mínum djöflasköturnar svífa yfir heiminum og mín smáu synir mínir og dætur svit ykkar saltur eins og ég eins og ég eins og ég svit ykkar saltur eins og ég eins og ég eins og ég Mér finnst hún bara svo sjálfri sér trú. Það hefur ekkert með 97 eða 2007 eða eitthvað þar á milli eða síðar. Hún er bara sjálfri sér trú, hvernig hljómarnir virka. Hún er hugrakk í tilraunastarfsemi. Hún er hugrakk í að finna sér nýtt fólk til að vinna með. Og hún er snillingur og þekkir aðra snillinga og dregur þá með sér í liðið. Frumleiki Bjarkar, hann felst í mörgu. Ég hugsa oft hana sem eins konar vísindamann hljóðheimsins. En leið og hún er vísindamaður, hún skoðar hljóðheiminn frá öðrum sjónarhornum heldur en við höfum þekkt. Hún er líka landnemi í þessum sama hljóðheimi. And you ask yourself Þetta er svona einhvern veginn einhvers staðar á milli þess að vera svona mega persónulegt og svo algjörlega svona vísindalegt. En mér finnst það að vera svolítið þannig. Þessi leit í þessar mismunandi áttir í átt að ólíkum hljóðfærum og ólíkum sándum. Hinn sífellda leit Bjarkar að nýjum tónalitum og litasamsetningum endurspeglast meðal annars í smekk hennar fyrir tónlist annarra. Eitt á uppáhaldstónskáldum hennar er hinn franski Olivier Messiaen. Í næsta lagi bregður einmitt fyrir tilvittin í Messiaen, en lagið heitir Cover Me. Já, þetta var samið til upptökustjórans sem að ég vann með á því tímabili sem heitir Nelly Hooper og kannski eitthvað smá svona húmor því að ég var búin að biðja hann að taka þátt í plötu nr. 2 sem var post og var rosalega alvarleg eitthvað því ég var að biðja hann þetta og þetta var rosalega mikið drama í gangi og þannig að kannski lagið var kannski svona húmorinn til að reyna að vera mótvægð við því og þá kannski að við værum kannski ykkur svona Starsky and Hutch kanna sambandi. Já, þannig að textin er svona While I go into the unknown, cover me og I'm going hunting for mysteries I'm going to prove the impossible really exists og kannski svona gera grín að mér hvað ég er alltaf svona, maður er alltaf svo metnaðgjarn í upphafi hverja plötu, maður er alltaf að gera eitthvað sem hefur aldrei verið gert og já, síðan tókum við þetta upp vorum í Bahamas og þá vakti Nelly mig upp einn morguninn og sagði kom mér á óvart og batt fyrir augun á mér og við keyrðum öll eitthvað og svo tók hann af augunum á mér þegar ég var fyrir framan helli og sendi mig inn í hellinn með míkrafóninn með lagið í eyrnatólunum og
og ég átti að syngja bara núna meðan ég labbaði inn í helli og ég vissi ekkert, ég sá ekkert sko því það var dagur úti, bara svart inni og ég vissi ekkert hvert ég var að fara og það voru svona leðurblökkur að fljúga fram hjá mér þannig að ég held að sé á mikrofóninu þannig að, já. En svo hérna bútur úr verki til Messian í lokin. Akkur hann þarna? Já, já, ég var náttúrulega alltaf mikil aðdáandi Messian og gerði svona netta svona orgelútgáfu svona tóna í laginu sem að ég var kannski svolítið svona að kvóta Messian og við síðan báðum Messian samfélagum leyfi og þeir veitt okkur leyfi. Svo náttúrulega tókst þú útsetningun alla leið, gerðir hana að þínni og tókst það að skrifa miklu lengra sem var mjög gaman. Ég vildi gera lagið svona þannig að það væri allt í einhverju Messian stíl, þannig að þessi lokakafli væri svona samfærandi viðbót. Já. This is really dangerous. Cover me, but worth all the effort. Cover me. I'm going to prove the impossible really exists. Textarnir hennar Bjarkar eru mjög margbrotnir og flæðandi og þeir eru mjög fjölbreyttir. Það er að segja hérna, minnst þeir fara alveg frá því að vera svona dulkóð skilaboð, jafnvel svona dagbókafærslur sem að hún sem maður tekur jafnvel mjög persónulega og alveg yfir í svona yfirlýsingar, manifesto yfir einhvern svona lífsheimspeki eða heimspeki tilfinningana og það sem hún er að ávarpa þig eða hlustandan eða bara heiminn og eins og hljóms í nýjasta dæmið Declare Independence. Open your eyes, declare independence. Don't let them do that to you.
nú ekki á mig beint sem ljóðskáld, eða þú veist, ég ekki metnaðarfull í að búa til texta sem að standa einir á blaði. Þú veist, ég verði einhvern veginn að fylgja laginu. En það kom nú svolítið seint hjá mér, sko. Ég var þarna alveg í fyrstu hljómsdánum bara með svona hljóð og fannst orð óslega skrítin, var mjög innhverf og fannst erfitt að tala. Og þannig Ertu ennþá þannig? Svolítið mikið, jú, hjálpar. En svo náttúrulega ólst ég upp með, til dæmis Medúsu, sem var hópur af ljóðskáldum, sem að Sjón og Þór Eldon og Jóhamar og þannig það var mikið, Bragi Ólafsson, það var, þú veist, allir, þú veist, alltaf að yrkja allt í kringum mig, þótt ég var ekki sjálf að yrkja. Þannig að já, þannig þetta svona seiklaðist einhvern veginn rólega inn og tók alveg svona 10 ár þangað til að ég loksins kom með texta sem ég svona var búin að klára sjálf. I see the dull flame of desire. Til dæmis, þegar við unnum með Einar Erni, það var kannski Kukl, svona meiri, eitthvað svona hardcore einlæg hljómsveit sem var alveg með hjarta utan á sér. Og síðan þegar við fórum í Sykurmólanum, þá var svo mikil íróní alls staðar. Þannig að það var mjög oft til dæmis verið að gera sykursætt lag með alveg svona brjálegum texta að Guð væri dauður. Og svo var ég kannski að gera, þú veist, akkúrat öfugt, eitthvað brútal lag með einhverjum sykursættum texta. Þannig að það var mjög gaman að þú veist, tilraunast með að gera á hvolfi, þú veist. Og svo náttúrulega með hljóðfæraskipunin, að gera kannski rosalega rómantísk hljóðfæraskipun og svo bara eitthvað brútal texta eða akkúrat öfugt. Þannig að já, það er náttúrulega mjög gaman að leika sér með það, alla þá liti. Gerir þetta ennþá að snúa svona hlutum svona hvolf og semja brútalt lag og textin einhvern svona ástarljóð? Já, maður er svolítið herra hvolfi svona, hefur verið í gegnum tíðina. Textarnir við lög Bjarkar eru ekki allir eftir hana sjálf. Sjón hefur samið fyrir hana texta og svo hefur hún líka samið tónlist við ljóð eftir erlend skáld. Næsta lag sem við heyrum hér er einmitt þannig lag. Það heitir Sunning My Mouth. Hvernig var það til? Já, ég var við upptökur á mynd Lars von Trier í Danmörku. Vorum þar í 3 mánuði, byggum hellinga Íslendingum og vinnum mínum og börnum í sama húsi. Og þetta tóku svolítið á tökurnar og svo hringdi ég vin minn Guy Sigsworth, hljómborðsleikara og útsetjara og baði hann að koma í heimsókn og helgina því ég var alveg svona aframkomin að þreytu. Þá drukkum við bara svona rauðvín og improviserum, hann spilaði á selastuna og ég var með bók eftir E. Cummings því ég náttúrulega var ekki með neitt pláss í heilanum fyrir að semja orðið eða neitt og opnaði bara bókina á einhverju blaðsíðu og svo byrjaði hann bara að spila og við sungum það og það var bara í einni tökku lagið inn og já, þannig að það var alltaf svona svolítið sérstakt lag fyrir mig. I shall and
Björk gefur fallegar stórar gjafir eða fallegar gjafir sem hún hugsar fyrir hvern og einn, en svo saumar hún kannski utanum og maður heldur að það sé pakkinn, listaverk. En svo bendur hún mann á þegar maður jafnvel búinn að ramma það inn að pakkinn sé innan í. Þannig að þú veist, hún bara í gegn svo mikið skapari. Björk hefur verið mjög sniðug að fá alltaf nýja og ólíka listamenn til þess að gera vídeón með sér. Hún hafi notið oft sömum eins og Michel Gondry og mjögst vídeó, en birta alveg það sem maður kemur fram í textunum, þar að segja þess að það er ákveðin umbreyting gjarnan og svona ákveðin alkemía. Já, mér fannst svona fyrst ég gerði myndbönd fannst mér alltaf fólk vera miklu þróaðra með augunum heldur en það með eyrunum. Það er svona flestir, svo eru sumir sem eru öfugt, sko. Að þá einhvern veginn áttu myndböndin að lýsa hljómheiminum. Þannig að fólk myndi, staðan fyrir að hlusta á lag 10 sinnum og þá kveikja á því, þá myndi við horfa á það einu sinni og þá kveikja á laginu líka. Þannig að væri svona meiri einhvers konar inngangur inn í lagið. Þannig það er svona hluta til af hverju ég fór svona mikið út í það. Svo kannski hluta til þá finnst mér rosalega gaman að vera í samstarfi og var náttúrulega 10 eða meiri, 15 ára í hljómsveitum og vera svona eina hóp. Og svo náttúrulega því ég fór þarna, var eigingjörn og vildi gera mína eigin tónlist og vera svolítið ráðrík í stúdíónu og ráða svolítið miklu. Þá kannski urðu svona sjónræni heimurinn, bæði myndböndin og ljósmyndirnar, meiri svona sá vettvangur þar sem ég gat verið í samstarfi. The triumph of the hard heart. Myndskeiðið sem við sjáum hér tilheyrir einni óvanalegustu plötu Bjarkar sem heitir Medúla. Það er ekki leikið á hljóðfæri, mannsröddin er einfaldlega notuð til hins ítrasta. Beatboxarar koma við sögu, en það eru menn sem framleiða ýmiss konar hljóðeffekta með raddböndunum einum saman. Korsöngur er líka áberandi og yfir öllu svífur rödd Bjarkar í alls konar myndum skreytt alls konar blæbrigðum. Já, flestar plötunar þær hafa svona marga snertipunkta. Þú veist, einhvern tíma þegar ég var unglingur, þá var ég kannski eitthvað tímabil sem ég bara hlusta á einhverja raddaplötur og Meredith Monk og eitthvað svona. Og Steve Reich og eitthvað svona. Og svo kannski bara fer það seiklast það niður einhvern veginn í moldina, þú veist, og svo líða alveg bara 15 ár og þá allt innum maður tilbúin að halda áfram með það einhvern veginn. Og svo náttúrulega spilaði þetta líka inn í, ég var ólétt og var með barn á brjósti. Þannig ég var kannski ekkert voða mikið eitthvað að hlaupa og kynnast 100 hljóðfæraleikurum. Ég var náttúrulega svolítið föst heima bara með tölvuna. Þannig að ég gat sungið eina rödd og svo bætt annar rödd við og annari ofan og annar ofan. Þannig svona praktískt séð átti þetta mjög vel við mig. Svo líka bara gaman, að verða ólétt og svona kraftaverki það að eignast barn og svo bara alltaf kemur mjólk og allt einhvern veginn sér sig sjálft. Þannig að sú plata var líka svona einhvers konar umfjöllun á kraftaverkinu, mannslíkaminn. Þannig að það að fjalla mannsröddina var einhvern veginn svona mjög eðlilegt. En svo ertu með beatboxara á þeirri plötu. Já. Hvaða fyrirbæri er það? Hvaðan kemur það? Sko, það eru náttúrulega margar sögur það. Ég er persónulega engin svona sérfræðingur í því. En það er svona sagt að það hefur verið fólkinu í gettónum í Bandaríkjunum sem áttu kannski ekki alveg efna á gettóblasturum og þannig að þeir þurftu bara að spila lögin sín sjálfur. Russell sem er í flestum lögunum á Medúlu, hann lærði að beatboxa þannig. Þeir voru oft bak við svona gardínur þegar komu gestir og voru að gera hljóð og þykjast eiga að gefa góða gestadirka.
Heldur þú sért búin að tæma alla möguleika mannslíkamans á að búa til hljóð? Nei, ég á mjög margt eftir, sko. Já, eins og hvað? Já, ég veit það nefnilega ekki alveg ennþá. Ég voru að spyrja mig það eftir 5 ár. Eftir 5 ár. Er það bara næsta viðtal? Where is the line with you? 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 My purse wide open, you ask again. I see the crime and cash into accounts everywhere. Where is the line with you? 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 I want to be flexible. I want to go out of my way for you, but enough is enough. Where is the line with you? 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 Elastic, I want to